Ég kynntist Óla þegar hann var 6 ára pottormur og það var náttúrulega alveg sérstaklega gaman að kynnast þessum duglega strák. Og það í rauninni komu fljótlega svona hans eðliseiginleikar upp, bara þegar hann var pínulítill. Hann setti nú skóinn í gluggann eins og fleiri góðir menn hafa gert. Nema það að Óli hann borðaði aldrei nammið sko strax. Heldur hann safnaði því í stóra skál sem var sett í ísskáp og þetta var eiginlega dálítil vandræði að þessu heimilinu því að þetta var svo freistandi að læðast í byrðirnar hans. Og ég þoldi þetta ekki, en hann gat alltaf safnað öllu namminu sem hann fékk í skóinn. En ég man bara að pirraði mig hvað hann var stabíll. Ég borðaði þetta allt strax. Og þetta svona endurspeglar fyrir mér svona dálítið djúpan persónuleika hjá hann hvað hann getur verið agaður. Hann var í rauninni ákaflega eftirminnilegu krakki, mjög uppátækjasamur og dálítill gaur eins og gengur. Svo var hann alveg ótrúlega minnugur og maður gat sko raðað í kollina á honum hverju sem var og hann mundi flest. Kemur manni rosalega óvart hvað hann er vel lesinn og er inn í öllum málum og það er alveg sama hvað hann nefnir að hann getur tjáð sig það og er inn í málum. Á unglingsárunum þá fékk hann áhuga fyrir heimspeki og hefur náttúrulega verið á kafi í henni alveg síðan og það vita það nú kannski ekki allir, hann er búinn að vera meira og minna í námi allan sinn feril í íþróttunum. Já, ef hann hefði ekki orðið meistari í handbolta þá var hann líklega búinn að tengja alla heimspeki áhuga sinn við skólamál og væri líklega bara búinn að opna sinn eigin skóla. Óli hefur alltaf verið okkur til sóma, land og þjóð og fjölskyldu sinni. Ég vil þakka honum bara fyrir að vera alltaf einlægur og hvetja hann til þess að vera áfram hann sjálfur. Takk Óli fyrir allt. Takk Óli. Takk Óli minn. Það voru forréttindi að fá að ala þig upp.